Já, vinir, enn erum við steðjan okkar og að sjálfsögðu óþreytandi við að segja mönnum frá því að þeir þurfa á trúnni að halda og þeir þurfa öllu á að halda sem að trúin hefur í för með sér. Og eitt af þessu sem trúin hefur í för með sér er að hún vill gefa okkur samheldni, sem er andstæða orðsins sundurlyndi. Samheldni er dygð, en það er ekki hægt að segja það sundurlyndið. Sundurlyndið vill dreifa í allar áttir, en samheldnin þjappar mönnum saman. Og á þessu að sjálfsögðu munur og hann allstór. Ekki bara að samheldnin geri okkur kleift að starfa saman og vera svona sameinaðir í því sem við erum að gera, heldur er hún ekki síður til þess að þeir sem koma inn, og hvaðan eru þessir menn að koma? Líklega úr hryssingum í heiminum, og þetta getur talað þvílíkt til þeirra sem koma úr þessum hryssingi, sem koma úr þessu sundurlyndi, sem koma úr þessum slagsmálum sem heimurinn er, og sjá þessa samheldni kristinna manna, að það getur reiðið baggamunni fyrir þá. Hvað? Að þeir frelsist. Hvers vegna? Þeir sjá þetta og segja við sjálfum sig, ég vil vera þarna. Þannig að trúin þarf að vera ábyrgðarfull í hjörtum okkar. Hún verður að vera mjög áberandi og ábyrgðarfull í hjartan. Því að Kristur dó fyrir mig, ég verði keyptur. Hann vill að þetta verð sem hann borgaði fyrir mig beri þann ávöxt að ég í það minnsta sýni að mér einföldustu hegðun trúarinnar. Og það að standa með fólki er ekkert rosalega flókið. En það er erfitt kannski vegna þess að við gerum það erfitt. Og það er ekki staðlausir stafi þegar Kristur talar það að við þurfum að deyja holdinu. Það er svo mikill sannleikur í því, vinir, þegar Drottinn talar það að við þurfum að deyja holdinu. Hugsunum holdsins og öllu því sem að holdsins verk eru. Höfnunarkennd er hluti af holdsins verkum. Og hver ekki haldin höfnunarkennd að einu og öðru leyti? En við erum verði keypt og Drottinn vill að við berum þann ávöxt að sá sem kemur inn úr hryssingnum á það skilið að sjá það að við stöndum saman. Við viljum þetta öll. Ég þekki mína svo vel að ég veit það. Og við stöndum oft saman, við megum heldur ekki gleyma því. En stundum vill eitthvað koma inn sem reynir að slíta þetta samstarf. En við höfum öll tæki til þess að brjóta það á bak aftur bara núna. Því að trúin í okkur er öflug. Og trúin mín segir mér, ég verð að halda í þessa samheldni við systkini mín. Og þar beinast spjótin bara mér og ég segi þetta bara hvert fyrir sig. Hvað þarf ég að gera? Ég er tilbúin í það. Þetta þurfum við öll að gera. Lesum hérna aðeins, 1. Pétursbréf, 2. vers, annar kafli, 15. vers. Því að það er vilji Guðs að þið skulu með því að breyta vel þagga niður vanþekkingu heimskra manna. Það er djúpt tekið í árunni þarna. Þér eru frjálsir menn, hafið ekki frelsið fyrir hjúp yfir vonskuna. Við erum að standa saman. Breytið heldur sem þjónar Guðs. Við erum verði keypt. Drottinn á þetta inni hjá okkur. Verið alla menn, elskið bræðrafélagið. Óttist Guð, heiðri keisarann. Þér þjónar verið undirgefni húsbændum yðar með allir lotningu, ekki einungi sem góð og sanngjarnu,
heldur líka einnig hinum ósanngjörnu. Þannig að við sjáum að trúin að leggja okkur töluverðar byrðar í Jesú nafni. Við erum að horfa á þetta efni til þess að brýna okkur sjálf og segja það við Jesú og trúin okkar að við elskum Jesú og við viljum að trúin okkar eflist. Og við þurfum að vera í réttum tengslum. Og þegar átt við að vera í réttum tengslum, þá merkir það raunverulega að fólki sem þú átt að umgangast, að það byggir þig upp, að það virði þig með réttum hætti. Og þú stígur og við stígum öll auðvitað bara fyrstu skrefin, við erum þetta sjálf, við virðum aðra og erum sjálf í réttum tengingu við aðra sem, eins og við vorum að tala byggja okkur upp. Það er svo mikilvægt að við séum þetta allt á þurru og tæru. Því, eins og hér hefur komið fram, við erum verði keypt og syndarinn, sá sem ekki er endurfæddur, það er syndari, takk því, sá sem ekki er endurfæddur er syndari. Og syndarinn á sér enga arfsson í ríki Guðs. En við erum ekki syndara þannig séð. Það er búið að fyrirgefa okkur allar syndir. Og við erum þannig séð forréttindafólk, ekki merkilegri heldur en aðrir. Forréttindafólk vegna þess að Guð hefur miskunnað sig yfir líf okkar. Og hann segir við mig, það er ábyrgð á þínu lífi. Og ég þarf að vera í sambandi við rétt fólk, að því leytinu til að það byggi mig upp. Og þetta fólk brýnir mig til þess að ég sé þessi manneskja sem er með sáttahöndina út rétta. Þetta er ekkert létt verk, eins og við höfum oft talað það er ekkert létt verk að vera kristin manneskja alltaf. En þetta sem að Kristur er að segja okkur að gera, við verðum að standa á þessu. Við megum aldrei gleyma því að ég er hólpin og þú ert hólpin sem kristin manneskja, en það eru það ekkert allir. Og þetta fólk á það inni hjá mér og inni hjá þér að það sjáu einhvað við það sem við erum að gera. Að það geti komið inn í kirkjun okkar og sér kærleika, sáttfýsi, menn eru sammála hluti. Þetta er vel hægt að gera þetta með því að við horfum bara á Biblíuna. Þá fjúkaðist kenningavindar út í veður og vind. Og þetta getur orðið sammála. Hvað er í veginu þá? Hugsanlega er það í veginu að við erum ekkert alltaf með réttar tengingar á okkur. Hugsanlega er það eina ástæðan þess að pínlítið sundurlyndi eða kemur allavega alltaf oft upp í röðum kristinna manna og þetta þekkja allir. Þetta er hluti af vandanum sem við erum að eiga. Og verður líklega áfram hluti af vandanum. Þess vegna má þetta aldrei þagna þessi orð sem segja, haltu þér bara við Biblíuna. Og mundu eftir því að þú verði keyptur eða keypt. Og drottin á það inni hjá mér. Að ég sé honum gagnlegur til þjónustu. Eins og Páll segir einu stað, unn mér gagns af þér. Þetta er bara orð frá Kristi. Hann er að tala þetta inn í samtíman minn og já, til mín. Lesum hérna svo litið. Það er 51. kapli Jesaja og það er í Gamla testamentinu, Jesaja. Hlýðu á mig, þér sem leggið stund á réttlæti. Þér sem leiti drottins, lítið á hellubjargið, sem þér eruð högnir af. Hellubjarg, er það ekki Kristur? Við erum högnir af honum. Hann gaf okkur okkar eigið hellubjarg. Og á brunnhóluna sem þér eruð grafnir úr grafnir. Þetta er vel orðað. Svona Biblían full af vel orðuðum setningum. Lítið á Abraham, föður yðar, á Söru, sem óliður. Því að barnlausan kallaði ég hann, en ég blessaði hann og jók kinn hans. Við erum
ættleggur Söru og Abrahams, þannig séð, sem að Kristur síðan komin af miklu lengra fram í tíman frá því að þau voru uppi. Jesú nafni. Orð Guðs þagnar ekki. Ég veit ekki hve oft hefur ráðist á þetta blessaða fagnaðarerindi sem segir mér auðvitað það er synd í heiminum og yfir syndinni drottnar einn, syndarana, Satan. Jesú á hinu vagnum sem konungana, friðarhöfðinginn. Satan yst á hinu vagnum sem ófriðarhöfðinginn. Hann hatar allt sem í sátt og samlyndi, öndverti Krist sem elskar sátt og samlyndi. Hann hatar allt sem sterkt og öflugt hann séð í Kristi, en Kristur hins vegar elskar þetta vegna þess að hann sér að maðurinn styrkur af sinni trú. Hann veikur í sínu holdi, þess vegna vill hinn alltaf að maðurinn sé í holdinu, því að hann getur hoggið í holdið eins og hann vill og gert manni þar með veikan og ónýtan til allra góðra verka. Þetta veit hann og þess vegna vill hann bara að hann sé þar. Þannig að þessir pólar tveir, Satan og Kristur, eru algjörlega ósamrýmanlegir. Það er ekki hægt að samrýma þá. Þess vegna, vinir, þurfum við sem elskum Jesú að vera með játunina og tæru. Við þurfum að játa þetta nafn út, Jesú. Þá erum við að senda skilaboð ekki bara til þeirra sem heyra, heldur líka inn í andaheimin þar sem þetta afl sem heitir Satan. Það þarf líka að heyra þetta. Það heggur í raðir hans eða veldi hans sem þessu nemur. Því að einn, eins og Drottinn segir sjálf, því að einn rekur 1000 á flótta og 2 10.000, var það ekki þannig? Þannig að við sjáum að með játuninni og trúnni gríðarlegt afl sem leysist úr læðingi. Kemur mér ekkit við eða þeim sem játar, heldur trúnni í honum, því að Kristur stendur á bakvið trúna og í fararbroddi trúarinnar, í andanum, í sannleikanum, engu öðru. Þess vegna, vinir, þar þurfum við að játa. Þetta ekki staðlausi stafir og bara eitthvað sem skiptir einhver máli að játa eða játa ekki. Þú veist um þína trú og þú kannski sérði ekki að þú þurfir neitt að vera að játa hana fram fyrir öðru fólki, þú veist alveg hvað þú stendur. En játunin hefur allt aðra skírskotu. Hún, eins og vorum að tala um áðan, hún talar inn í umhverfið þitt og svo fólk heyri með eyrunum sínum og það sem mikilvægara inn í andaheimin sem þú sérð ekki. En Biblían og trúin hefur kennt þér að raunveruleiki. Og trúin þín, hún eflist að vísu má búast við því að með játuninni aukist andstreymið á þig. En það vegna þess að þú ert Krist og það eitt og sér getur gert þig enn öflugri í því sem þú hefur játað, trúnni. Þannig við hræðustum þetta ekki neitt. Við bara gleðjustum yfir því að við erum á leiðinni til ríkis Guðs, inn í eilíðina þeim megin í henni þar sem að birtan Við höfum sigrað. Við höfum gengin inn í sigur Drottins. Við höfum þar að leiðandi sigrað. Erum við til í þetta? Já, við erum það. Mikilvægi játunarinnar. Og mikilvægi játunarinnar mikið. Lesum hérna nokkur orð áður við hættum. Svo segir hann hér, ég fyrir ekki í 5. Mósebók, 5. kapla, 25. vers, segir: Hví skulum við þó deyja? Því að þessi mikli eldur ætlar að eyða oss. Ef við höldum áfram að hlusta á raust Drottins, Guðsvors, munum við deyja. Því að hver sá öllu holdi að hann hafi heyrt rödd hins lifandi Guðs tala út úr eldinum eins og vér
og þó haldi lífi. Þið sjáu það að þeir heldu lífi en tölu heyrðu samt rödd Guðs. Þeir voru forréttinda menn og þetta vil Guð gefa okkur, forréttindi. Við erum komin saman hérna til þess að fræðast meira drottinn Jesú Krist og það sem hann vill við okkur segja. Það ýmislegt auðvitað sem við veltum vöngum yfir og skiljum kannski misjafnlega vel og ekki það fyrra þegar svo sem hér sé alveitur í orði Guðs, en sitt hvað hefur hann nú lært og með göngunni og tímanum hefur ýmislegt lokist upp fyrir honum sem kannski hann getur frætt aðra og hjálpa þeim sjálfum til þess að skilja ögn betur hvað þetta allt saman snýst. Við höfum auðvitað öll heyrt talað Kristur að hann var krossfestur. Kannski skiljum við ekki alveg tilganginn með þessum krossdauða, en það aukaatriði, við getum trúað því. En krossinn merkir margt og hann mjög merkilegur, því að án krossins og dauðans og krossinum hefði ekki verið neina upprisu að ræða, því að sá sem þarna í þetta skipti fór á krossin var sonur Guðs, sendur til þess að afmá dauðan ég skipt fyrir öll, hvorki meira né minna, og það mjög merkilegur boðskapur og ekki til raunverulega merkilegri boðskapur fyrir mannkinn að heyra heldur þennan. Og þetta var sem sagt Kristur sem gerði þetta og það má segja að syndin hafi komið honum á krossin. Við sjáum hvað syndin alvarlegt mál, við sjáum hvað það brýnt að syndin víki úr mannheimum, en syndin heldur velli svo lengi sem við komum ekki til Krist, og þetta var allt saman undirbúið á krossinu. Þar dó sonur Guðs, negldur á höndum og fótum af mönnum og hann gaf upp andann sinn þar, en eftir byrjaði ballið. Því að Kristur reis upp, dauðinn fékk honum ekki haldið og í kjölfarið kom svo heilagur andi sem ég og þú sem störfum og erum í nafni Jesú Krist störfum í. Þetta verður ekkert þrókutekið og í þessum krafti göngum við fram og við útskýrum fyrir fólki eins og við getum og drottinn andinn gefur okkur að mæla hvernig í þessu liggur. Sérst að Kristur fór inn í gröfina og miklum og stórum steini var velt fyrir og svo tryggilega frá öllu gengið að þeir sem koma nú þá daginn sem voru þá landar Krist, gyðingarnir, þeir létu hermenn standa vörð fyrir framan hennar stein þó öruggt væri að engin brögð væri í taflið. En það næði ekkert drottni frá því hindraði hann ekkert í að gera það sem hann var kallaður til að gera, því hann reis upp og steinninn bara ýttist sjálfkrafa til hliðar og hann gekk út upprisinn. Og mönnum þá, alveg svo núna, gekk illa að meðtaka þetta. Samferða mönnum Krist, lærisveinahópnum hans, sem höfðu gengið með honum í langan tíma, nokkur ár. Þeir trúðu þess ekki. Konurnar sem fyrstar komu að gröfinni sá hann, þær hlupu rakleiðis heim til Péturs og bönkuðu dyrnar. Þeir bara glottu á þær og svo, hvað eru þið að tala? Þannig að upprisan hjá Kristi hefur alltaf verið vafist fyrir mönnum og það engin ný bóla að það í dag skuli vera sama upp á teiningnum. En þess vegna þarf alltaf að vera til fræðsla. Þess vegna þarf þessi fræðsla að óma og ljóma alveg endalaus, því það annað ekki að ræða. Við skulum lesa hérna nokkur vers. Það Rómverjabréfið, 7. kafli, 4. vers. Vér erum því dánir og greftraðir með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi. Eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Því ef við erum orðnir samgrónir honum í líkingu dauða hans, munum við einnig vera það í líkingu upprisu hans. Þetta það sem gerðist. Og þeir horfðu á eftir honum stíga upp til heimis og hverfa í skýjum heimis.
sama mun gilda fyrir okkur, í Jesú nafni, en meira síðar. Og enn viljum við fræðast hérna það sem Kristur gerði og við vorum að tala í fyrir þættinum krossfestinguna og upprisuna, auðvitað. Þetta hangir alveg á sama spýtu, upprisan og krossfestingin og upprisan. Krossfestingin var þó einn og upprisan annar. Einn atburðurinn var krossfestingin, dauðinn, og hinn atburðurinn var upprisan og lífið. Og nú erum við í þætti upprisu Jesú, sem við ætlum að reyna að skilja ögn betur, því að það okkur gefið að gera, því að trúin gerir okkur þetta kleift, heilagur andi í okkur sýnir okkur hvernig þetta að upprisan var ekki bara fyrir Krist, hún byrjaði ekki þar og endaði ekki þar, hún byrjaði þar, hún endaði ekki þar. Þú sem trúir ert því á leiðinni í þessa upprisu þegar að því kemur. En trúum við þessu? Trúum við því að eitthvað taki við eftir dauðann? Já, við sem trúum á Krist, við erum sannfærð. Við velkjumstum ekkert í neinum vafa það að maðurinn meira heldur en bara þessi líkami sem þú ert hér að horfa á. Maðurinn sköpun Guðs og það sem að Drottinn blés Naserans á fyrsta manninum, það það sem að þarf að fara til Jesú. Og það það sem að allt trúboð snýst það að ná í þennan part. Og Drottinn býður mér að vera með í þessu ferli frá fæðingu. En fæstir koma nú inn á unga aldri, kannski gera það einhverjir, en menn að tínast inn í raðir Drottins á öllum aldri og þess vegna alveg fram á grafarbakka. Þegar það tími mannsins til þess að velja Krist og vera með í upprisinu. Drottinn horfir ekkert í það hvenar maðurinn kemur, en hann tekur honum fagnandi þegar hann kemur, hvenær sem það síðan Og meðan að þessi boðskapur ómar og hljómar sem segir okkur frá það að Kristur sé upprisi, að þá alltaf vondið þess að einhverjir komi og meðtæki og verði með í þeim fögnuði sem ríkir á himnum í hvers skipti sem einn einstaklingur snýr sér frá vegi syndarinnar inn á veg lífsins. Og þetta þér boðið að gera núna, hér og nú vegna þess að Drottinn góður Guð og hann raunverulega ekkert farinn neitt. Hann bara ennþá á sama stað sem hann hefur alltaf verið á. Hann upprisinn og hann að boða þér upprisinu. Að þú þarft ekkert að deyja neitt. En líkaminn mun hverfa. Það allt annað mál. Það vitum við. Það sleppur enginn undan því. Já, við skulum lesa þetta í Jóhannesar Guðspjalli. Það 11. kaflinn, byrjum í 19. versi. Margir gyðingar voru komnir til Mörtu og Maríu að hugga þær eftir bróður missinn, þannig sem Lasarus dáinn og þær að syrgja hann. Þegar Marta frétti að Jesús væri að koma, fór hún á móti honum, en María sat heima. Þegar Marta frétti að Jesús væri að koma, Marta sagði við Jesú, Herra, ef þú hefði verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. En einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann Og Jesús segir við hana, bróðir þinn mun upprísa. Marta segir við hann, ég veit að hann mun rísa upp á efsta degi. Hún var sér meðvituð það að til væri eitthvað sem héti efsti dagur. En Kristur var að tala annað. Hann var að tala það að hún og þetta fólk sem var í kringum hana myndi fá Lasarus aftur bara í holdi, bara eins og þú ert að horfa á mig hér. Og það gerðist. Hann kallaði inn í gröfina og orðin svo sterk sem Kristur gefur frá sér að þau bara kveikja líf þar sem þau heyrast. Og þetta ennþá að gera að orðin sem hann að tala kveikja einfaldlega líf og menn rísa þannig sér óbeint upp bara við það að heyra orðið. Og þegar þeir eru komnir á þann stað þeir frelsar, þá þeir raunverulega risnir upp frá dauðum, má segja. Þó að líkaminn hverfi, að þá þeir samt lifandi. Því að þeir fara bara beint í faðm Drottins
þegar að þessu lýkur hér. Í Jesú nafni.